Komiði sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem auðvitað alltaf til hægri. Efnahagur og lífskjör okkar Íslendinga byggja á opnu aðgengi að erlendum mörkuðum, eðlilegum og sanngjarnum aðgangi erlendra aðila að íslenskum markaði. Öryggi og frelsi lands og þjóðar hefur allt frá lokum heimsstyrjaldarinnar síðari verið tryggð með samvinnu við aðrar vestrænar þjóðir og þá fyrst og fremst með varnarsamningi við Bandaríkin og þátttöku í Atlantshafsbandalaginu. Opin og gagnkvæm samskipti og samvinna við aðrar þjóðir á sviði list og menningar hefur auðgað íslensk mannlíf, skotið stoðum undir skapandi greinar og gefur íslenskum listamönnum tækifæri í öðrum löndum sem þeir hafa nýtt með glæsilegum árangri. Íslenskir háskólar og vísindastofnanir taka þátt í alþjóðlegu starfi, miðlaða þekkingu sinni og njóta þekkingar annarra. Á hverju ári sækja þúsundir íslenskara námsmanna sér menntun til annarra landa, flestir snúa þeir sem betur fer heim með nýja þekkingu og nýjar aðferðir. Íslenskt samfélag er litríkara, fjölbreyttara og dýnamískara vegna opinna samskipta við aðrar þjóðir. Skynsamleg nýting náttúruauðlinda, hugvit og frjáls viðskipti hafa lagt grunninn að einu mesta velferðarríki heims, Íslandi. Íslensk stjórnvöld verða því alltaf að vera vakandi við að gæta hagsmuna þjóðarinnar, opin fyrir nýjum tækifærum, átta sig á þeim hættum sem kunna að leynast og hafa þekkingu til að greina strauma í alþjóðlegum stjórnmálum. Með skipulegum hætti eiga stjórnvöld og stjórnmálamenn að fjölga valkostu þjóðar en ekki fækka þeim. Ofur trú á að lausn allra vandamála okkar Íslendinga felist í aðild að Evrópusambandinu hefur í annað sinn á 17 árum leitt til stöðnunar í íslenskri utanríkisstefnu. Ég hef haldið því fram að utanríkisstefnan hafi ratað á villigötur árið 2009 þegar vinstri stjórn Samfylkingar og vinstri grænnar ákvað án þjóðaratkvæðagreiðslu, rauninni kom ríkisstjórnin í veg fyrir slíka þjóðaratkvæðagreiðslu, að sækja aðild að Evrópusambandinu. Sagan er að endurtaka sig nú og aftur er það vinstri stjórn undir forystu Samfylkingar með fulltingi Viðreisnar og Flokks fólksins. Í stað þess að vinna markvisst að því að fjölga kostum Íslendinga í samskiptum við aðrar þjóðir er þeim fækkað. Ofur trúin á stóru lausnina innan gæsalappa aðild að Evrópusambandinu litaði allt starf utanríkisþjónustuna þegar lagt var að stað í viðræður við Evrópusambandið fyrir 17 árum og það sama mun gerast nú þegar og ef samþykkt verður að taka upp aðlöguna viðræður að nýju í fyrirhugaðri þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst. Í október 2010 setti ég fram þá hugmynd í Morgunblaðsgrein að Íslendingar ættu að hafa frumkvæði að því að mynda nýtt fríverslunarsvæði á norðurslóðum með þátttöku Noregs, Færeyja, Grænlands, Kanada og Bandaríkjanna auk Íslands. Þá var Bretland enn innan veggja Evrópusambandsins en eftir að landið endurheimti frelsi sitt til að ganga til samninga við önnur ríki er augljóst að Bretland á heima í þessum góða hópi ríkja. Markmiðið er ekki aðeins að mynda fríverslun milli þessara landa, heldur ekki síður að búa til formlega samstarfsvettvang vegna nýtingar auðlinda, náttúruverndar og sameiginlegra öryggishagsmuna. Samhliða fríverslun lagði ég til að löndin geri með sér samning samvinnu á sviði vísinda, rannsókna, lista, menningar og mennta. Víðtækt samstarf af þessu tagi virðir fullveldisrétt og sjálfstæði hverra þjóðar, ólíkt Evrópusambandinu. Þar vinna umboðslausir embættismenn að því, hörðum höndum, að draga tennurnar úr þjóðþingum landa
takmarka sem mest sjálfsákvörðunarrétt þjóða. Íslendingar hafa góða reynslu af gerð fríverslunarsamninga með þátttöku sinni í EFTA, þar sem EES-samningurinn er sá mikilvægasti. Fríverslunarsamningur er við Færeyjar, svokallar Hoyvíkur-samningur, og árið 2014 tók í gildi fríverslunarsamningur við Kína. Þá er einnig í gildi samningur viðskipti milli Íslands og Grænlands, þar sem kveðið er á tiltekin tollfríðindi í viðskiptum. EFTA-ríkin hafa auk þess gert 25 fríverslunarsamninga sem ná til það bil 40 landa. Á komandi árum og áratugum mun það skipta Íslendinga miklu að auðlindir í Norðurhöfum verði nýttar af skynsemi og nái samstarf verði á milli þjóða í umhverfismálum. Hagsmunir eru samþættir og sögulega hafa þjóðirnar 7 átt mikil samskipti, ekki síst á sviði viðskipta, mennta og menningar. Allar eiga þjóðirnar aðild að Atlantshafsbandalaginu annaðhvort beint eða í gegnum ríkjasamband við Danmörk. Í skýrslu utanríkisráðuneytisins Ísland á norðurslóðum sem kom út árið 2009 var bent á þá gríðarlegu hagsmuni sem Ísland á vegna nýtingar náttúruauðlinda á norðurslóðum. Þeir hagsmunir eru samtvinnaðir náttúruvernd og öryggismálum í víðum skilningi. Tekið sérstaklega fram að samvinna við grannríki Íslands sé forgangsverkefni utanríkisþjónustunnar bæði í nánustu framtíð og til lengri tíma. Og Norðurskautsráðið gegnir þar mikilvægu hlutverki. Hugmynd mín fríverslun og annað samstarf þessara 7 landa, Bandaríkjanna, Kanada, Bretlands, Noregs, Færeyjar, Grænlands og Íslands. Hún er ekki til þess að mynda ný samtök ríkja innan eða utan við Norðurskautsráðið. Ég vil hins vegar auka með skipulegum hætti samvinnu þessara ríkja sem sögulega, eins og áður segir, hafa átt í samstarfi á sviði öryggismáli í áratugi, auk þess að hafa verið í umfangsmiklum viðskiptum og samskiptum á sviði vísinda og mennta. Fyrir Ísland er gríðarlega hagsmuni að ræða. Með fríverslunarsamningi í Norðurhöfum er tryggður aðgangur að yfir 440 milljóna manna markaðssvæði. Fyrir Ísland er mikilvægi fyrirhugaðra samstarfslanda mikið á flestum sviðum. Árið 2024 fluttu Íslendingar út vörur til þessara landa fyrir nær 256 milljarða og þjónustu fyrir yfir 468 milljarða. Þjónustujöfnuður við löndin var hagstæður 238 milljarða, þar af 225 milljarðar við Bandaríkin. Raunar má halda því fram að þegar að litið er til jöfnuðar á vöruskiptum og þjónustu viðskiptum, þá séu Bandaríkin okkar mikilvægasta viðskiptaland. Að teknu tillit til halla og vöruskiptajöfnuði, þá voru vöru og þjónustu viðskipti við þessi nánu vinalönd hagstæð hvorki meira en minna en 157 milljarða árinu 2024. Sama ár nam heildarhalli á utanríkisviðskiptum 160 milljörðum. Sem sagt, viðskiptum við þessi 7 lönd voru hagstæð upp á 157 milljarða en í heild við öll önnur lönd og þar með þessi 7 óhagstæð 160. Og samkvæmt tölum Hagstofunnar fóru tæplega 2,3 milljónir farþega frá öðrum löndum en Íslandi Keflavíkurflugvöll þetta ár 2004. Rúmlega 44% þessara farþega voru frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada og Noregi. Því skal haldið fram að með samstarfi ríkjanna 7, ekki aðeins á sviði viðskipta, heldur ekki síður á vettvangi vísinda, rannsókna, menntunar, lista og menningar, auk sameiginlegra náttúruverndar og öryggismála, verði ekki aðeins til eitt mesta hagvaxtarsvæði heims, heldur einnig leiðandi sameigilegt afl þjóða á sviði vísinda og náttúruverndar að óglemdu
lífskryddinu sjálfu, listum og menningu. Ísland getur haft forystu að búa til ævintýri í Norður-Atlantshafi, en því miður hafa valkyrjur vinstri ríkisstjórnarinnar ákveðið að útiloka slíkt með öllu og róa að því öllum árunum að koma Íslandi inn í Evrópusambandið. Þar með verða utanríkisviðskipti og samstarf við aðrar þjóðir sett í hendur embættismanna í Brussel og þannig verður valkostum okkar Íslendinga fækkað en ekki fjölgað til allarar framtíðar. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.